Strax í janúarbyrjun kom Alþingi saman til að ljúka afgreiðslu fjárlaga sem náðist ekki fyrir áramót. Fjölmargar niðurskurðartillögur bandormsins svokallaða mæltust illa fyrir. Opinberir starfsmenn blésu til mótmælafundar. Í allt haust höfum við spurt: af hverju þora menn ekki að setja skatta á ríkt fólk fyrir það verður veikt? Þeir skattlögðu sjúka, þeir skattlögðu námsfólk, þeir skattlögðu skuldara og fyrir Alþingi liggur núna frumvarp frá þeim að skattleggja öryrkja. Þvílíkt lífsviðhorf. Lögfestingu bandormsins, þar með skerðingu elli og örorkulífeyris, bar upp á 50 afmæli heilbrigðisráðherra og var sumum stjórnarandstæðingum þetta hugleikið þegar þeir árnuðu ráðherra heilla. Ég vil byrja á því að óska hæstvirtum heilbrigðisráðherra til hamingju með afmælið, óska honum langra lífdaga og viðunandi ellilífeyris og góðs heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra þegar hann verður orðinn gamalmenni. Það gustaði í kringum sjúkraliða undir lok ársins þegar þeir gengu út til þess að undirstrika kröfu að allir sjúkraliðar landsins nytu sömu launakjara óháð búsetu, launin yrðu samræmt upp á við, svo og að félag þeirra yrði viðurkenndur samningsaðili. Það það sem við nú að byrja að verða hrædd að það eins og það snúist það að sjúkraliðafélagi eigi ekki að verða til. Því miður. Aðgerðir sjúkraliða ollu verulegri röskun á sjúkrahúsum, en eftir strangt samningaþóf var farið að kröfum þeirra. Félagsdómur á hins vegar eftir að skera úr réttmæti fjarvista þeirra frá vinnu. Svipað leyti dæmdi Hæstiréttur í BHMR-málinu svokallaða og niðurstaðan var sú að fjármálaráðherra bæri að greiða félögum í BHMR með dráttarvöxtum nálægt 35.000 krónum. Þetta kostaði ríkið 150 milljónir króna. Í kjölfar dómsins kröfðust bæði ASÍ og Kennarasambandið sambærilegar hækkunar. Landssamtök atvinnulausra voru stofnuð á árinu. Þau hvöttu stjórnvöld til að taka á vanda atvinnulausra og almenning til að sporna gegn atvinnuleysi með því að kaupa innlendar vörur í stað erlendra. En litlar breytingar eru þó að neysluvenjum fólks. Í haust stóðu samtöki fyrir sölu og ódýrum matvælum, síld og skötu til atvinnulausra í Kólaportinu og mæltist framtak þetta vel fyrir. Verkamannasambandi fór fram á sameiginlegar viðræður allra alþýðusambandsfélagana í janúar. ASÍ setti þá fram kröfugerð. Í henni var krafist árssamnings, rauðra strika og hækkunar á orlofs- og desemberuppbót. Auk þess var krafist umbóta á félagslega sviðinu. Upp úr samningaviðræðum slitnaði í mars. Dagsbrún hætti til að mynda þáttöku í viðræðunum skeið og lagði til að verkalýðshreyfingin sameinaði krafta sína. Hreyfingin krafðist breytinga á bandormi ríkisstjórnarinnar eins og hann var kallaður og lækkunar vaxta en VFSÍ-menn vísuðu launahækkun á bug. Ég sé enga von til þess að kaupmáttur geti aukist í landi þar sem tekjurnar að minnka. Ég líti á það sem hreint lýðskrum. Þegar þráðurinn var tekin upp að nýju hafði ríkisstjórnin heitið breytingum á svokölluðum bandormi. Ein forsenda miðlunartillögu ríkisáttasemjara var þannig 17 punkta yfirlýsing ríkisstjórnar. Megin markmiðin voru að tryggja atvinnu, lækka vexti og halda verðbólgu í skefjum og einnig við munum ekki hrófla við genginu, þá veitum við hvað menn hafa. Við munum gera okkar til þess að vextir geti lækkað. Í þriðja lagi þá mundum við tryggja það að það eru engar skattahækkanir á árinu og við mundum tryggja það að gjaldskrár opinberra stofnana mundu ekki hækka. Guðlaugur Þorvaldsson, ríkissáttasemjari, fann lausnina í kjaramálunum þegar hann lagði fram miðlunartillögu í góðu samstarfi við samningsaðila. Ásmundur Stefánsson, forseti ASÍ, undirstrikaði þegar tillagan var lögð fram í apríllok að ekki væri að ræða kjarasamning. Það vita allir að þetta ekki óskasamningur neins, en það eru erfiðir tímar og við skulum vona það að það verði sagt okkur hér að við höfum gert okkar besta. En þegar ljóst varð að menn voru ekki tilbúnir að fylgja afar aðgerðum var þetta eina færa leiðin að okkar mati. Flest félög launafólks samþykktu málamiðlunina strax en með miklum semingi þó og tók aðeins 15 félagsmanna ASÍ félagana þátt í atkvæðagreiðslunni. Atvinnurekendur felldu tillöguna vegna ísal. Áfram var því deilt kaup og kjör í álverinu. Stjórnendur fyrirtækisins vildu fá að nota verktaka, breyta kaffitíma ákvæðum og vinnutilhögun. Þetta töldu starfsmenn utan ramma miðlunartillögu. Starfsmenn mótmæltu seinagangi samningamála sinna miðjan september þegar ár var liðið frá því samninga voru lausir. Stjórnendur álversins segja deiluna snúast það hverjir eigi að stjórna fyrirtækinu, eigendur eða starfsmenn.